Við erum stödd hérna á Gleiratorgi þar sem var að opna splunkunni af verslun, Goblin. Við ætlum að kíkja þangað inn og tala við liðið. Komið þið með. Við erum mætt hérna fyrir utan splunkunni af verslun á Gleiratorgi. Hún heitir Goblin og hér er ég með eigunduna. Hvað heitið þið? Ásta Hrönn. Og Þorsteinn Marinusson. Við ætlum að spyrja þau hérna laufléttra spurninga. Hvernig kom upp hugmyndin að opna nördabúð á Akureyri? Kannski... Þetta var svona hugmynd sem að ég í rauninni var búin að ganga með alveg dálítið lengi sko, út frá bara systkinum og svona sem voru í öllum þessum spilum og hérna þegar Nexus var á Hverfisgötunni í Reykjavík og það er alveg 20 ár síðan eða eitthvað, þá fannst okkur vanta svona búð hérna en það varði ekkert úr því þá, þannig að svo bara kom tímapunkturinn hjá okkur að það bara passaði að henda sér í djúpulegina og hérna. Og ég var bara klári í þetta og við dreifum okkur á stað með þetta. Já, mér líst bara mjög vel á þetta. Mér er líka sammála ykkur að vantaði svona búð á Akureyri. Það vantar mjög lengi. Já, og hvað er uppáhalds safnspil, svo lesblindur sko, safnspilaleikurinn ykkar? Minn er Flesh and Blood, það er leikur sem ég spila og bara lærði eftir að við byrjuðum þetta. Meiri segja er þá bara Flesh and Blood mót hér fyrir fram í kvöld, það er svona opnun á mótið okkar. Var þú með eitthvað sérstakt? Ég spila nú ekkert mikið safnspil en ég hef spilað Magic við strákinn minn. Já. En mér finnst Pokémonin skemmtilegastir. Já. Nöfnin á þeim. Það eru líka að koma mjög mikið aftur inn núna, það ekki? Já. Það er alveg búið að vera stór, bara mikið að krökkum að koma og læra líka að spila Pokémonið og ekki bara safna því, heldur spila bara eins. Nú spyr ég eins og algjörbegunni, er þetta sem sagt spil? Þetta er ekki bara svona að þú ert að safna í möppu og... Pokémonið er nefnilega hægt að spila líka, þannig að það er svolítið það sem við verðum að leggja áherslu á. Ég hafði ekki hugmynd um það sko. Ég er búinn að vera með bara fullt af krakkanámskeiðum og slíku kringum spilun á Pokémon. Ég er í sjokki, ég vissi ekki neitt um þetta sko. Og það gerir þetta svona svolítið fjölbreyttara og Já. hefur kannski meira gildi þá líka fyrir foreldra og svona, það er hægt að gera meira með þetta heldur en bara að safna sér í möppu sko. Algjörlega. En hver er uppáhalds varan ykkar? Var ég búinn að spyrja það þessu? Uppáhalds varan? Pinnaspilið hjá mér, Akureyri-spil. Sko ég held að sé eiginlega líka. Það selst alveg bara... Já, mjög vinsælt spil, einfaldasta spil sem maður spilar og það sem gerir það skemmtilegt er að það er hannað af Akureyringi. Já, ok. Kristján heitir hann. Kristján Pípari. Já, ég þekkir þetta þar mann. Og hver er svona vinsælasta varan ykkar? Sem verið að selja svona mesta? Ég held að það sé nú Pokémon-bústurinn. Já, það er Pokémon. Flesh and Blood er mjög stórt líka og svo Warhammer er mjög stór vara hjá okkur líka því að það er einu svo stórt hobby. Við erum að selja bæði fígúrur og málingu og svona aukahluti sem eru kringum. Þetta var bara alla spurningarna sem ég hafa með allan. Takk hérlega fyrir að nenna að tala við mig. Já. Bara velkomin. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Er bólurinn þinn orðinn ljótur og óþægilegur? Kíktu á verslun.kafe.is og fá þér flottan og þægilegan ból.